Komið sæl, það búið að vera róleita veður hjá okkur með hæðarhygg yfir landinu en það breytist nú næsta sólarhringinn því að það lagð sem að kemur með svolítið látum hérna yfir landið næsta sólarhringinn og raun og veru kemur til með að stjórna veðrinu hjá okkur næstu dagana en síðan á miðvikudag, fimmtudaga þá verðum við aftur komin í hæglætis veður. Ef við skoðum aðeins hitasviðið að þá fylgir þessari lagð svolítið hlýra loft heldur en hefur verið, allavega svona til að byrja með en þegar að lagðin komin norðaustur á landinu þá kemur hún til með að senda okkur norðanátt og þá kólna nú eitthvað aftur landið norðanvert en síðan á nú aftur að hlýna hjá okkur í lok vikunar. En við skulum byrja á að skoða vindasviðið hjá okkur næsta sólarhringinn. Það núna semst í kvöld verður svona fremur hæg suðvestlæg átt á landinu, síðan fer að bæta í vindin í nótt og snýst smásaman til suðlægrar áttar og þá erum við sérstaklega að tala landið vestanvert og í fyrramáli verður komin svona stinningskaldi og að hádegi verður jafnvel orðið allhvasst við vesturströndina en þetta gengur nú reyndar ansi hratt yfir þannig að seinni partinn verður vindur aftur farin að ganga niður. Og landið austanvert að þá verður vindur talsvert hægari heldur en vestan til. Og svona lítur þá Íslandskortið út klukkan 15 á morgun. Aðal skilin frá úrkomuskilin frá þessari lægð þau verða yfir vestanverðu landinu þannig að það kemur til með að rigna talsvert mikið á morgun vestanlands. Það verður þurrt austan til og það fer ekki að rigna á norðausturlandi fyrir seint annað kvöld eða aðra nótt og það verður þá ekki í miklu mæli. En hitatölurnar að þær munu nú hækka aðeins með þessari sunnanátt, sérstaklega landið norðanvertar sem að hitin geti alveg farið upp í 14-15 stig. Nú síðan á þriðjudaginn að þá verður sjálflega meðan komin norðaustur á landinu, þá fyrir vindur að snúast til norðlægrar áttar landið norðanvert en svona verður svona vestlægari sunnanlands. Þetta því það hitatölurnar það detta nú aftur niður og það verður líka úrkomu samt sérstaklega landið norðanvert en þó má nú alveg gera ráð fyrir það verði einhver væta í öllum landshlutum og þó kannski síst undir Vatnajökli. En á miðvikudaginn að þá verður nú þessi lagð svona að mestu úr sögunni, hún verður nú samt ennþá svona eimir ennþá af norðanáttinni norðurlands og sem kemur þá til með að halda hitastiginu undir 10 stigunum en annars verður svona breytilega átt á landinu og verður bara nokkuð bjart landið sunnan og vestanvert og hitatölurnar, hæstu hitatölurnar verða þá kannski 13-14 stigum á suðvestur horninu. Nú síðan á fimmtudeginum að þá svona fer vindur að snúast aðeins til vestlægrar áttar. Þetta þýðir það að það mun létta talsvert til á norðausturhorninu og hitatölurnar verða líka á uppleið og það getur orðið alveg 16-17 stiga hiti meðan að sunnanlands og vestanlands verða hitatölurnar eitthvað lægri en þó alveg 12-13 stig sem við getum bara alveg verið sátt við. En við skulum kíkja þá á veðrið í kringum okkur, það nú nokkuð þungbúið svona í Noregi og á morgun, það mun bjartara í löndunum sem liggja við Eystrasaltið þar sem að verður heitt og sólríkt. Einnig verður nú farið að létta til á bæði Írlandi og Skotlandi þar sem að hæðarsvæði að teygja sig þar inn en svona annars í löndunum kringum hérna við Norðursjóin og Ermarsundið að þar nú ansi óstöðugt loft og mikið skúrir og sérstaklega í Frakklandi verður talsvert mikið þrumuveður og það verður líka eitthvað á norðanverðu Spáni en það nú almennt að létta til en síðan þegar við komum svona austur á bóginn að þá hitabylgjan sem hefur verið svona í gangi í fullu fjöri og þar eru hitatölur víða yfir 30 stig og sólin skín glatt. Ef við förum síðan vestur hafa þá verður nokkuð bjart við austurströndina bæði í Washington og New York en annars eru mikla rigningar suðaustan til en aftur á móti suðvestan til þurrt og bjart og hitabylgjan þar sem hefur verið undanfarin í fullu fjöri. En það að koma að lagða upp á landinu hjá okkur á morgun og það verður
síðniskaldi eða allhvasst vestanvert landið sérstaklega svona, og svona verður í hámarki svona um miðjan dag og einnig verður talsverð rigning en á austan til landinu verður vindur hægari og það verður líka þurrt. En við skulum segja þetta gott að vera í kvöld, verið sæl.